Ágætu hluthafar og aðrir fundargestir, ég býð ykkur velkomin hér á þennan afkomufund Iceland Seafood þar sem ég ætla að fara yfir afkomu ársins 2025 sem við birtum núna síðdegis. Ég ætla nú að byrja hérna á yfirliti yfir starfsemin okkar þar sem kemur nú fram hvað svona lykiltölur úr rekstrinum á síðasta ári og hvar starfsemi okkar eins og hún í dag. Þessi yfirlitsmynd óbreytt að öðru leyti en því að það bætist við eitt félag þarna í Argentínu sem heitir Torpesca og það útgerðarfélag þar sem við fjárfestum þarna í tveim rækjubátum, frystiskipum á síðasta ári. Og það nýtt félag og systurfélag þarna Adsenar sem rækjuvinnslan sem rekið langt árabil. En annars tekjurnar hjá okkur voru 484 milljónir evra á síðasta ári og jukust þá það bil 11%. Annars yfirlitið var reksturinn á síðasta ári með hefðbundnu sniði frá árinu 24. Nú, rekstur Iceland Seafood byggir mikið á utanaðkomandi þáttum sem geta haft áhrif á reksturinn. Nú, ef við byrjum á myndinni þarna efst til hægri, neðst til hægri, sem sýnir þorskverðið, hvernig það hefur þróast á árinu 25. Það gerðist einfaldlega í lok árs 24, tók þorskverð að hækka. Þetta sýnir það hvernig það hefur þróast og það raun og verið að hækka að jafnaði allt árið 25. Og ég held ég geti sagt það eins og þorskverð í dag, þá þetta metverð. Skýringin á þessu háa þorskverði sjáum við síðan á myndinni þarna neðst til vinstri sem sýnir framboði af þorski. Og skýringin á þessu sú að niðurskurðurinn á kvóta þorskkvóta í Barentshafi sem fyrst og fremst skýringin á þessu. Þannig að síðasta ár einkenndist af því að það var einfaldlega skortur á markaði þorskmörkuðum og verðið endurspeglaði það. Það kemur rekstri Iceland Seafood vel þegar verðið svona, við getum sagt, upphallandi. Aftur á móti sjáum við á myndinni þarna til hægri, efri myndinni til hægri, þar yfirlit yfir verð á laxi. Laxinn hefur orðið stærri og stærri þáttur í okkar starfsemi og þar sjáum við árið 2025 sem dökkbláa línan að þar má segja verðið hafi verið lægra en svona spár gerðu ráð fyrir í upphafi árs. Og það verðið lægra jafnaði bæði lægra en það var 22, 23 og 24. Og það á sama hátt kom sér vel í okkar verksmiðjum í Madrid og Dublin þar sem við vinnum í dag yfir 6.000 tonna laxi reiknað á heilt kíló. Þannig að þessi tveir þættir höfðu verulega áhrif á rekstur síðasta árs. Annað sem hefur áhrif á rekstur Iceland Seafood kaupmáttur neytenda. Og þar hefur áhrif verðbólgun food inflation eða matarverðbólgan. Hún var nokkuð stöðug á síðasta ári en þó hækkaði lítillega held ég ekki á okkar helstu mörkuðum sem Bandaríkin, Bretland og Evrópa. Þannig að það var nokkuð stöðugleiki í verðlaginu. Vextir í okkar helstu viðskiptalöndum lækkuðu lítillega á árinu þó að þeir hafi nú nokkuð lækkað rólega hérna á Íslandi þá heldur niður hallandi í okkar helstu viðskiptalöndum og á sama hátt hafa vextir áhrif á kaupmátt neytenda.
Nú, hvaðan fáum við fiskinn, hvaðan fáum við hráefni sem við erum að selja? Og Iceland Seafood náttúrulega skráð félag og í dag eru nokkrir af okkar helstu framleiðenda meðal hluthafa og það okkar styrkleiki að hafa framleiðendur, hafa íslenska framleiðendur inn í hluthafahópnum sem eigendur. Í dag eins og Sossi lítur út, þá 53% kílóana sem við erum að selja að koma frá þessum framleiðendum sem eiga hlut hér í félaginu. Og þetta eru nokkuð margir hluthafar og eru misjafnlega stóri framleiðendur. Þetta hlutfall minnkar aðeins frá árinu 2024 þegar það var 58%. Hins vegar 25,42% frá það byrð 60 mismunandi framleiðendum sem eru bæði hér á Íslandi og ýmsum öðrum löndum. Og við höfum verið að leita á ný mið. Út af þessu skort á framboði höfum við leitað meira og meira á ný mið eftir vöru fyrir okkar viðskiptavini. Nú, hvernig það sem við erum að selja, hér yfirlit yfir það hversu stórt hlutfall þess sem við erum að selja eru seld undir ákveðnum brandi. Og það samtals ríflega 40% og þar af 9% sem selt undir retail-bröndum sem í eigu annar aðila en rúmlega 31% selt í okkar eigin brandi eins og þetta lítur út í dag. Og auðvitað höfum við litið á hluta af okkar styrkleikum, það hluta af þessum vörumerkjum sem við eigum og eru mjög sterk á ákveðnum markaðssvæðum. Nú, eins og ég kom inn á í upphafi, þá fjárfestum við í rækjuskipum í Argentínu. En Iceland Seafood hefur verið tengt rækjuvinnslu í Argentínu síðan 2015. Að það fór inn í félag sem heitir Atzenar og staðsett á stað sem heitir Porto Madryn í Argentínu og vinnu þar rækju. Þetta rækjuvinnsla. Við höfum haldið síðust árin höfum við fjárfest frekar í þessari verksmiðju. Við höfum fjárfest í aukinni framleiðslugetu, við fjárfestum í frystigeymslum og höfum byggt við verksmiðjuna til að auka afköstin og nú síðastlið sumar fjárfestum við í þessum 2 skipum sem þið sjáið mynd af þarna efst til hægri. Þetta eru 39 metra skip, frystiskip í rækju sem eru gerð út hluta árinu. Úthaldið svona vanalega byrjar í maí og lýkur í september og október. Við fjárfestum í skipunum í júlí og fengum þau nú afhent endalega var gengið frá þessu í nóvember og desember. Þannig að í raun og veru þessi fjárfesting ekki hafa áhrif á reksturinn á síðasta ári. En við erum bjartsýn á það að þetta muni hafa jákvæð áhrif á reksturinn á næsta ári og þá fyrst og þá þetta tímabil sem ég nefndi áðan þegar skipin þegar úthaldsskipan í gangi. Það sem þessi fjárfesting gerir líka við að styrkja stöðu okkar í rækjuviðskiptum í Argentínu. Þetta allt villt rækja og með þess erum við að styrkja stöðu okkar. Við á síðasta ári unnum við úr 7.900 tonnum af hráefni þarna í verksmiðjunni og við erum að vonast til að þetta ár verði jafnvel ennþá stærra ef veiðin helst.
auk þess að við bætum þá við okkur þessari sjófrysturöðju sem passar vel að þessari starfsemi sem við erum í þarna í dag. Nú, við höfum verið hérna og ég hef farið yfir áður ESG-málin, en við erum með þau þarna inn á heimasíðun okkar. Við settum okkur markmið sem var markmiðið að ná á árinu 2026. Þessi markmið voru sett, ef ég man rétt, 22 eða svo, og við erum að vinna á fullu í þessum málum og höfum birt yfirlit yfir það. Það sem hefur nú aðeins seinkað þessari vinnu samt svona, við getum sagt, óvissa það hvernig lagaumhverfið eða hvernig umhverfið verður endanlega sem snýr að þessum ESG-málum. En þetta í fullum vinna við, þetta í gangi hjá okkur. Nú, síðan það fjárhagsupplýsingarnar fyrir árið 2025 og ég held í svona held ég geti sagt að árið hafi gengið ágætlega þó að sumt hefði mátt fara betur. En þá ég hérna með starfsemina í Suður-Evrópu sem samanstendur af Iberica, félagin okkar í Madrid, í Barcelona Arsenal, félagin okkar í Argentínu, og svo Ahumados Dominguez sem laxafélagi okkar í Madrid. Salan á síðasta árið þarna var 213 milljónir tæpar evra og margina var 31,7 og EBITDA ársins var 14,5 milljón og hagnaðurinn þarna 8,2. Iberica skilaði okkur þarna 5,4 milljónum evra í samanburði við 3 milljónir árið áður. Þannig að þar afkoman upp þrátt fyrir 1% minni sölu og 2% minna selt magn. Það sem ruglar allar þessar tölur þessar gríðarlegu hækkanir á þorskverðum sem ég byrjaði á að fara yfir. Nú, Arsenal, félagi okkar í Argentínu, skilaði 470.000 evrum í hagnað á móti 584.024. Það segir þó ekki alla söguna því að 2025 þar hafði veruleg áhrif á afkomuna, gengistap sem varð vegna pesóans, breytingar á gengi pesóans á móti dollar og breytingu á gengi dollarsins sem hafði áhrif á það. Þannig að það ekki mögulegt að hetsa þessa gengisáhættu og við erum fyrir verulegu gengistapi út af þessu á árinu 2025. Nú, félagi okkar í Madrid, laxafélagið Ahumados Dominguez, það skilaði hins vegar á síðasta ári 2,4 milljónum í hagnað fyrir skatta. Og það hækkun frá 1,1 milljón ári áður. Þannig að þarna var gríðarlegur afkomubati hjá okkur á félaginu þarna og þetta besta ár á Ahumados síðan félagið var keypt 2021. Síðan Iceland Seafood keypti félagið. Við áttum mjög erfið ár þarna 22 og 23 en 24 var síðan betra og 25 enn betra. Þarna vegur laxaverðið svolítið, getur laxaverðið haft verulega áhrif á rekstur þessa félags. En á sama hátt, salan jókst 1% en kannski að jákvæðasta, við seldum 4% meira magn, 25
en við seldum 24. Þannig að það jákvætt. Nú þarna í myndunum fyrir neðan sjáiði selt magn eftir kílóum, hérna í myndinni niðri hægra megin. Þar sjáiði að þorskurinn minnkar og það bara út af minna framboði sem skýrir það. Nú síðan erum við með brú hérna yfir það hvernig afkoma myndast. Það að segja fer úr 5,8 í 8,2 og þar kannski þessi liður sem ég nefndi áðan, net financial cost, hann hefur þarna áhrif upp á 1,3 milljónir evra. Nú síðan starfsemin okkar í Norður-Evrópu sem samanstendur fyrst og fremst af starfsemi okkar í Írlandi, Ocean Path. Það hefur verið mjög stöðugur rekstur á því félagi undanfarin ár og salan þar á síðast ári fór upp 11% sem mjög jákvætt en hlut af því skapast verður til út af hærri verðum á hvítfiski. Þannig að magnið ekki aukast eins mikið og það að minnka salan hjá okkur á hvítfiski, þorski, ýsu og þess háttar tegundum á meðan salan á laxi hefur aukist. Nú, félagið skilaði 2,4 milljónum í hagnað sem bara á pari við það sem það skilaði 24 eða með það munar 100.000 evrum í munurinn. Nú síðan það starfsemin okkar hér á Íslandi, í Frakklandi og í Þýskalandi sem þá fyrst og fremst söluskrifstofurnar. Það metár hjá þessum félögum og seldu þau fyrir 221,5 milljón evra sem 22% aukning frá árun áður í sölu verðmætum en það þrátt fyrir minnkun í magni. Nú þar var EBITDA 4,5 milljón á móti 3,8 milljónum árið áður og hagnaður eftir skatt og fyrir skatt var 4,4 milljónir evra. Þannig að þessi eining gekk mjög vel, þessi aukning í sölu. Við sjáum kannski best af hverju hún stafar á línuritinu þarna neðst til vinstri og það bara út af þessari aukningu í sölu á magni af þorski og ýsu. Þarna kom inn, þarna eykst selt magn af þessum dýru tegundum meðan magnið í uppsjáfiski minnkar á sama tíma og þessar tegundir að skila okkur svo margfalt meiri tekjum. Stór hluti af þessu eru sjófrystar afurðir sem voru á mjög háu verði á síðast ári. Þetta hífur upp verðmætin. Nú síðan á sama hátt þarna niðri hægra megin sjáiði brúna hvernig afkomubreytingin verður til. Nú síðan það samanlega afkoma félagsins. Eins og ég nefndi áðan var heildarsalan 484 milljónir evra sem 9% upp frá 24. EBITDAn, hún 22,8 milljónir á móti 18,6 milljónum 24. Þannig að hún hækkar 4,2 milljónir. Og hagnaður fyrir skatta hann 10,6 á móti 7,4 árið áður, þannig að hann að fara upp yfir 50%. Síðan það net profit eða niðurstöðutalan 7,4 milljónir evra á móti 2,8 milljónum árið áður. Þetta að mínu dómi mjög jákvæðar tölur.
Við sjáum það hérna, EBITDAn, hún eykst normalist EBITDA eykst hérna 4,2 milljónir evra, á meðan hagnaðurinn eykst hagnaðurinn eykst hérna normalist hagnaður fyrir skatta eykst 3,2 milljónir evra. Það 1 milljón evra þarna munurinn. Og það skýrist af þessu gengistapi sem ég nefndi áðan. Við verðum fyrir gengistapi, við náum að endurfjármagna félagið mitt síðasta ár, þannig að það verður til verulegu vaxtasparnaður, en hann vegur ekki upp þetta gengistap sem við verðum fyrir þarna í Argentínu, tengt Argentínu starfseminni. Nú, hérna niðri sjáið þið söluna á línuritinu hérna vinstra megin niðri eftir mánuðum, og það sem ánægjulegt hérna að salan yfir 24, við getum sagt flesta mánuði sölutekjurnar. Það desember sem aðeins svona á pari og janúar. Þannig að það má segja að salan helst þarna stöðug og tiltölulega há öll árin. Nú, við tókum hérna til að sýna yfirlit yfir hagnaðinn, raun og veru niðurstöðutölur rekstrarreikningsins og normalistan hagnað fyrir skatta, hvernig hann hefur þróað síðan félagið var skráð 2019. Og hér sjáum við það yfirlit, þannig að við erum með hérna 2025 erum við með 7,4 milljónir og 10,6. Þannig að það, til að undirstrika það sem ég sagði í byrjun, þá eru þetta, eftir í hvora töluna og tekur annað eða þriðja besta ár félagsins frá því að var skráð. Þessar mínusúlur eru auðvitað ekki alveg að marka, þetta tengdist aflagðri starfsemi á Bretlandi og sem við erum að selja frá okkur, og það sem við eigum eftir þar fasteignin sem við erum að vinna í að selja, og ég reikna með að það gangi bara eftir á næstu vikum. Þannig að það kannski endurspegla ekki vel áframhaldandi rekstur, það gera bláu súlurnar meira. Þannig að ef við tökum það sem dæmi, þá þetta þriðja besta ár félagsins frá því að var skráð á aðalmarkað 2019. Ég vildi svona bara sýna ykkur þetta yfirlit, þannig að svona, við erum þetta með alla tölur, þetta allt opinberar tölur þetta, en ég held svona að afkomu batinn að minnsta kosti að þarna hagnaður fyrir skatta fari upp 53%. Ég get minnsta kosti ekki verið óánægður með það. Ég mjög ánægður með það. Síðan það efnahagsreikningurinn. Hann stækkar aðeins þarna milli ára og skýrist það fyrst og fremst, eða skýrist af tvennu, skulum við segja. Það annars vegar fjárfesting okkar í skipunum í Argentínu, veiðiheimildum og skipum. Það hækkar hér óefnislega liði úr 56,6 í 61, og síðan skipin sjálf sem fara undir fasta fjármuni sem hækka það, og hins vegar að hækkun á birgðum sem hækka í evrum talið, þó að það sé að lækka í raun og veru lækka í magni. Þá hækka þær í evrum talið. Nú, ef við lítum á efnahagsreikninginn, þá fer eigið fé úr 76,2 milljónum í 82,4. Þannig að arð sem eigið fjár á síðasta ári tæp 10%, sem
ríflega 9%. Þannig að það að koma ágætlega út og síðan það, ég nefndi áðan þarna með endurfjármögnunina sem við fórum í síðastliðið sumar sem var að mínum dómi mjög vel heppnuð, en þá náðum við að fjármagna hérna með skuldabréfaútgáfu þannig að það færist hérna töluvert af vaxtabyrjandi skuldum úr skammtímahlutunum í langtímahlutan. Hann fer úr 7,9 langtímahlutinn í skuldunum fer úr 7,9 milljónum evra í 35,6. Það var mjög jákvætt skref. Nú eftir þessa hluti og með þessari stækkun á efnahagsreikningnum sem verður líka að hluta til vegna þess að við erum að kaupa mikið inn og selja í lok árs, en þá eiginfjárhlutfallið 29,5% í lok árs. Aftur á móti nettó vaxtabyrjandi skuldir á móti EBITDA fer þá úr 5,6 5,8 í 4,9. Þetta hlutfall hefur sigið hratt hjá okkur núna og vonandi getum við bara haldið áfram í þeirri vegferð og það er stefnan. Þannig að efnahagsreikningurinn að mínu dómi traustur eftir þess endurfjármögnun og fjármagnsskipan félagsins allt önnur en hún og betri en hún var síðustu áramót. En maður óneitanlega með smá svona pínu stressaður yfir hvað stór hluti skuldana var í skammtímaskuldum. Það var nánast allar skuldirnar. Þannig að það svona þægilegra svona. Nú, en síðan það átlúki fyrir 25, hvernig við sjáum fyrir okkur 25. Það við stefnum ótröð á áframhaldandi bata. Við þessi endurfjármögnun sem ég nefndi mun hjálpa okkur, vaxtastigið eins og það verið að þróast í evrum mun hjálpa okkur, en auðvitað þurfum við það sem challenge-in í rekstrinum núna eins og markaðsaðstæður að fá til okkar fisk. Þannig að auðvitað hvernig tekst til, það mun byggjast á því að okkar öflugu og góðu framleiðendur hérna á Íslandi munu halda áfram að selja okkur fisk og halda áfram viðskiptum við okkur. Það engin launung á því að rekstur félagsins byggir mikið á því. Annað sem getur haft verulega áhrif á reksturinn laxaverð og við vorum með eins og við getum sagt eins og árið byrjar á laxaverðunum, þá þau verð lægri en svona spáð var og það á að hafa jákvæð áhrif á reksturinn okkar. Auðvitað getur það breyst þegar líður á árið. Það janúar og febrúar ekki stóri laxamánuði hjá okkur. En svona þessu sögðu þá stefnum við að því ótrúður að auka, að bæta afkomuna enn frekar og þarna upptalið svona ýmsir hlutir, bæði það sem ég nefndi, það laxinn og það sorsið og það vextirnir og sem hafa allt verulega áhrif á þess afkomu félagsins og sum af þessum þáttum sem við höfum lítil áhrif á sjálfur. En eins og við erum með þetta og stefnum að, þá átlúkið þarna 11,5 milljón evra sem þá 900.000 evrum hækkun frá 25 til 13,5 milljón evra. Þetta bilið sem við erum að horfa á fyrir árið 26. Nú ef við erum innan þessa bils, þá við þetta enn frekar að auka afkomuna og við erum að bæta arðsemi eiginfjársins verulega. Þannig að þetta eins og við sjáum 26 fyrir okkur og svo bara
skulum við vona að þetta allir þessir utanaðkomandi þættir verði okkur hagfelldir og okkar besti maður í Hvíta húsinu verði ekki fúll. Þannig að það eru svona ýmsir hlutir sem geta haft áhrif á okkur, tollar og fleira og fleira. Þannig að fleira var ég ekki með nema hérna fyrirvaran það að það sé lítið að markaðu sem ég segi. Takk fyrir. Já, spurning hvort það sé einhverja spurningar, já. Eru spurningar? Það er engin spurning hérna. Já. Þetta var heilt í. Gerið þið ráð fyrir einhverjum áhrifum á loðnuvertíð þessu ári samanborið við árið 2025? Já, við erum með ákveðið magna loðnin inn í tölunum okkar fyrir hérna Íslandsfélögin, en já, við erum með þann inni. Þegar ég presentera þessa spá, þá ég að rekna með ákveðnu magna loðn. En loðnan ekki stór áhrifavaldur hjá okkur. Þorskur, lax og rækjan stærri í þættir. Fleiri spurningar? Ok, þá þakka ég bara kærlega fyrir og bara ítreka það ef einhverjar spurningar komi upp á seinni stigum, þá hygg ég ekki við að hafa samband eða senda okkur mail eða kontakta okkur á einhvern hátt. Takk kærlega fyrir.